K-morgnar með Svala og Svavari. En fyndi maður, pabbi hann er 70. Hann er ekki ennþá búinn að átta sig hvað takk er að svara og skella á. Nei, það ekki. Já, þú veist þannig, hann var að fóra nýja síma maður og hann, nú er hann að hringja. Blessaður. Slitnar alltaf á milli okkar. Þú verður að fara að læra að svara en ekki skella á. Ég bara flýtti mér fyrir lifandi gat og svo kemur eitthvað samtalslitnar og eitthvað svona og svo hringi ég tilbaka við spilum. Já. Býtur að sjá það. Það er mjög gott. Hvernig var veðrið í Köben, má ég spyrja því? Það var einstaklega fínt. Það meina þetta? Já, það var pínu kalt en við gátum samt setið úti. Þið tóku alveg eftir því hvernig veðrið var. Svona, það var nú alveg bara því maður var í úlpunni, sko. Já, mikil trafík. Já, frekar, sko. Já, það er svo hérna heima, það er stútvöld út á Airways hérna tónleikonum, búið að vera, sko. Já, auðvitað. Já, þið voru náttúrulega fjari góðu gamli í Rókinu, sko. Rókinu, sem búið að vera mest allar vikuna. Já, sko, núna bara starfa þú sem gluggaþvottamæður. Já. Nú er brjálað að gera á þér. Já, ég þarf helst að vera svona cirka 20 stöðum í dag, sko. Já. Ég næði því nú tæpast, en maður böðlast í þessi sem maður lifandi getur. Já, og það sést ekki út gluggana? Bara niður í bæ sérstaklega? Jú, eða rýnið. Nú eru menn að störfum alveg, svona ekki hafa miklar ágjörðar sem menn eru að störfum alveg á fulla þrýfa, seint og snemma. En það hefur komið verra veður en þetta og það, já, manni mæta vel. Það er býsna langt síðan. Já, og síðan, hvenær var það? Það veður svona sem er í annálum hjá veðurfræðingu, það stundur vitna í að það var í janúar 66. Það var svona ámúta, nema að það var ívið hvassara. Það hlægði ekki árinu 66. Janúar 66? Árið sem sístinni fættist. Já, einmitt. Þá var það þannig að, sko, Laugavegurinn, við stóðum alveg fastir í svona sjávarsöldu. Það var nokkra millimetra lag á gluggunum. Nei. Húsin voru bara, þau voru dökk á að líta. Það var smil drullan óhreinindi með. Já, ok. Það var með ólíkinu alveg. Við lögðum dagveginn óttnaður og svo þegar lægði þá kom svona norðan, kaldi og cirka 5 stiga frost. Það var hægt að vinna, en það var alveg hrikalegt alveg. Þetta er svona eftirminnilegastu veðrið. Þetta er með þeim vestu samt. Já, eins sem að var helgina þá eða? Já, þetta er örugglega með mest svona 4-5 vestu veðrunum undanfarna áratugi. Já. En náttúrulega veðurfræðingar verður heppilegri til þess að segja afleiðingar svona. Ég þurfti bara að heyra þetta með seltunum, maður fattar því að það nú var rafmagnslaust út af heldur saltinu. Það var sko, veðrið var allt land. Já. Var bara allstaðar og ekki síst hérna höfuðborgarsvæðinu voru að tala það einhverju fræðingar að sko, þið hafi heyrt að það er ítveðri ofta Kjalarnesi í svona veðri, rosalega ítveðri. Ég býð það nánast. Það ítveðri náði eiginlega allaleg hingað sem frekar óvenjulegt. Já. Stóð einhvern veginn þannig af sér af esjunni að það dundi hérna okkur með tilheyrandi látum. Já. Það er alveg hissa samt að þið skuli fljúa í öllum veðrum. Ég held að það sé alltaf flogið frá Keflavíkurflugvelli. Já, nema sé bara eitthvað sérstakt, sko. Þeir flugu núna alla helgina. Og hvernig leiði ykkur? Mér leiði vel. Spurðu sonur þinn. Skelfilega. Ég náði að tala hann alveg í lendingunni og svona. Það verður að tala hann til í svona kringustæðar. Já, bara tala við hann. Þetta er ekkit að ég sé eitthvað skjálfandi en mér finnst þetta mjög óþægilegt. Já, bara hellingur í sig vinur. Já, hafð þú ekki ágjörð því? Nei, ok. Það var unni í því, grimt. Já, þú verður fegin að vera lausið með það núti. Ég ætla nú bara að heyri hvernig gluggaþáttinn verður, þannig að það er verið að þrífa salt af bænum í dag. Það er verið að vinna í sig hörðum höndum og við leggjum okkur alla fram. K-morgnar með Svala og Svavari.